Hjá mér hann Birgir Kristjánsson, framkvæmdastjóri umhverfissviða hjá Íslenska gámafélaginu. Vertu velkominn og takk fyrir að taka á móti mér. Já, takk fyrir að koma. Ég hef verið að velta fyrir mér hver helsta starfsemi hjá ykkur? Sko, Íslenska gámafélagið í grunninn sorpbyrjufyrirtæki, en við höfum nú reynt að draga úr áhrifum sorpsins og þannig við höfum auka flokkun og endurvinnslu, þannig að við höfum farið meira út í flokkun og endurvinnslu á úrgangi og við reynt að gera þjónustuna okkar umhverfisvænni með því að nota umhverfisvænni ökutæki líka og verið framalega í notkun á metanbílum til dæmis. Við náttúrulega eigum og rekum stóran bílaflota sem krefst mikils eldsneytis, þannig að það óhjákvæmilega talsverð mengun af því og þess vegna höfum við litið á metani sem til þess að draga úr mengunaráhrifunum og eins höfum við farið út í endurvinnslu á steikingarolíu, breytti yfir í lífdísel til þess að nota tæki hjá okkur. Nú síðan erum við að skoða rafmagn líka sem orkugjafa og getum boðið upp á hraðhleðslustöðvar fyrir bíla. Þannig við erum að skoða svona mismunandi umhverfisvæna orkugjafa fyrir ökutækin okkar. Og auk þess að náttúrulega hvetja til flokkunar og koma úrgangi sem annars hefði farið í urðun til endurvinnslu. Hver síðan helsta þjónustan sem þið bjóðið upp á fyrir íbúa landsins, hvað varðar flokkun? Við sinnum náttúrulega sorpbyrjur frá heimilum, frá sveitarfélögum. Og allir við séum ekki að hirða sorp frá 100.000 heimilum á Íslandi. Og náttúrulega fyrirtækjamarkaðurinn svo annar hluti þjónustunnar okkar, þar sem við bjóðum upp á sorpburðu og hirðum líka endurvinnslurhráefni frá þeim. Við bjóðum upp á ráðgjöf í flokkun og endurvinnslumálum til sveitarfélaga og fyrirtækja. Og það sem markmiðið með ráðgjöfin að finna út hagkvæmustu lausnina fyrir sorp fyrirtækisins eða sveitarfélagsins, bæði út frá þá umhverfislegum sjónarmiði og líka fjárhagslegum sjónarmiðum. Við reynum að láta þessi sjónarmið fara saman. Nú síðan erum við kannski á einstaklingsmarkaði, þar erum við að bjóða upp á grænu tunnuna svokölluðu. Þannig að það sem heimili geta fengið til sín græna tunnu til þess að flokka í pappír, plast, málma og síðan kemur það til okkar og við flokkum það í sundur aftur og sendum það til endurvinnslu. Þannig að það má bara setja hvað sem í grænu tunnuna þannig séð eða hvað? Það má kannski ekki segja að senda þetta hvað sem í tunnuna, en endurvinnlegar umbúðir, allar, mega fara í grænu tunnuna og hvort sem það hart plast eða mjúkt plast, umbúðir úr hörðu eða mjúku plasti, allar tegundar pappír og pappa, þá bæði dagblöð tímarit og bylgjupappi og hvað sem og síðan málmhlutir, minni málmhlutir. Við viljum ekki kannski fá stór járnstykki en svona minni málmhlutir eins og niðursuðu og syra og annað slíkt. Það má fara í tunnuna. En eins og hlutir sem kannski samsettur úr tveimur ólíkum efnum, eins og pappír og plast eða eitthvað svoleiðis? Já, það getur verið erfitt að endurvinna slíka hluti, en við höfum svona bent fólki á að leyfa frekar hráefninu að njóta vafans og setja það í grænu tunnuna, af því að allt sem kemur inn til okkar úr grænu tunnu fer í handflokkun. Þar getum við greint og metið hráefnið og þá flokkað frá ef það algjörlega óendurvinnanlegt. Annars fer það áfram í endurvinnslu og í versta falli endar það í orkuvinnslu til þess að framleiða rafmagn og það þá skárra heldur en að enda í urðuninni. Já, alveg klárlega. Ég samt ennþá rosalega spennt að tala meira grænu tunnuna þína. Má setja það þarf ekkert að aðskilja hlutina, það má bara setja þetta allt ofan í og þetta nokkuð skonar mjög góð innföldun eða hvað á flokkun. Já, sko, þegar við byrjuðum með grænu tunnu þá vildum við að fólk setti mismunandi flokka í poka, þannig að það væri auðveldari fyrir okkur aðgreina að það kemur til okkar. En við höfum fallið frá því. Nú má setja raun bara allt beint í tunnuna. Við erum búin að breyta flokkunni hjá okkur, einfaldana og gera hana skilvirkari. Þannig að það raun betra fyrir okkur að fá þetta bara laust. En hins vegar mjög gott eins og að setja kannski margar ferðir inn í eina. Mikið að litlum plaststykkjum, það ágætt að hafa það sameinað í einum poka sem tilfellur eitthvað slíkt. En við viljum alls ekki hvetja fólk til að kaupa einhverja sér poka undir flokkunina. Þannig að þetta á að vera einfalt og þægilegt fyrir fólk. Þannig að það engin afsökun lengur fyrir því að flokka ekki? Nei, ég held ekki. Síðan hefur maður heyrt líka talað að því að það þarf að skola fernur og svona umbúðir, að því að við viljum ekki fá umbúðir með matarleifum í tunnuna. Og fólk var að tala að það væri mikið mál að skóla þetta, að þurrka þetta og annað slíkt. En það bara ekki þannig.
fólk bara skólar rétt úr þessu matalegna, hristi vatni úr þessu og gengur frá þessu í tunnuna. Ég finn fyrir þessu sjálf þegar ég byrjaði að flokka til dæmis plasti frá og svona. Maður miklar þetta fyrir sér að skóla og svo leiðir maður byrjar þá kemst þetta í vana og maður tekur ekki eftir þessu. Er ekki svolítið þannig bara? Það er akkurat máli. Og ef við spáum með að fólk ofta að tala hvað það sé mikið mál að flokka og það kemur sér ekki í þetta, en flestir byrjar að flokka eitthvað. Það eru allir að flokka til dæmis flöskur og dósir. Þannig að þetta bara svona næsta skref, svo byrjar á pappírnum kannski og ferði yfir í fernurnar, svo komin í plastið og svo endar í lífrænu úrganginum kannski í moltugerðinu. Þannig að þetta ekkert mál. Og sko, við reynum líka að skipuleggja þetta þannig að fólk geti flokka þetta bara sem næst upprunanum. Það þarf ekki að fara mikið með hráefni til að skila því af sér. Og þá snýst þetta raun bara það, þú ert með úrgang sem þú ert að losa við eða hráefni sem þú vilt losa þig við, hvort þú setur í þessa tunnu eða þessa tunnu hér. Þannig að það er ekkert orðið neitt það flókið. Hver er staðan á Íslandi í dag? Hvað var það flokkun? Erum við á góðum stað? Þurfum við að vera að gera betur? Já, við erum á betri stað heldur en við vonum fyrir 10 árum síðan. Það er klárt. En við erum samt ekki á nógu góðum stað. Við erum talsvert langt og eftir öðrum þjóðum í kringum okkur. Hins vegar eins og ég segi, það hafa mörg sveitarfélög tekið sér verulega á og það eru orðið mjög mörg sveitarfélög sem bjóða heimilum upp á raun fulla flokkun bara heim við húsdýr, þar sem fólk getur losað sig við öll endurvinnslurráefni og lífrænan úrgang líka. Þannig að þau sveitarfélög eru að standa sig býsna vel. En svo eins og önnur sveitarfélög hér og til dæmis höfuðborgarsvæðið ekki komið jafn langt eins og landsbyggðin. Hvað það helst sem vantar upp á þar? Já, það einna helst lífræni úrgangurinn. Eins og sveitarfélög sem að taka lífrænan úrgang, þau eru að minnka magn frá heimilunum 30–35% af þyngd sem annars færi í urðun. Og sá lífræni úrgangur fer í jarðgerð, það sem þá búin til næringarrík molta úr matvælunum sem hægt þá að nota í uppgræðslu líka. Þannig að það verður verið að endurnýta þau næringarefni sem annars kannski tapast í urðunarstofunum. Hver svona framtíðarsýnin, hvað var flokkun á Íslandi? Hvernig væri draumurinn að hafa þetta? Já, draumurinn náttúrulega að við flokkum allt sem hægt að flokka. Og ég held að við stefnum þangað svona smátt og smátt. En við mættum taka stærri skref og vera óhræddari við að taka þessi skref. Stundum virðist, og ég held að þessi reyndar frekar pólitíkin sem svolítið, virðist vera svolítið hrædd við að taka þessi skref. Íbúarnir eru alveg tilbúnir í að auka flokkun hjá sér. Við höfum alveg fundið það. Við höfum tekið á okkur að innleiða flokkunarkerfi í sveitarfélögum þar sem við förum bara heimsækjum alla íbúa. Bara fer hópur frá okkur og bankar upp á öll heimili og ræðir flokkunum, segir frá hvað við ætlum að fara að gera, hvers vegna við erum að flokka, hvernig það á að flokka. Og við höfum fundið það að það undantekningarlaust fólk tilbúið til þess að flokka. Finnst þér vera kannski í samhliða þessu vera kannski meiri vitundavakning í samfélaginu meðal fólks af hverju það nauðsynlegt að flokka? Finnst þér þetta hafa eitthvað breyst svona hugarfarslega? Já, það alveg klárt. Ég held að fólk sé fara að gera sér miklu betur grein fyrir því hvaða áhrif okkar lífstíl hefur á umhverfið. Bæði hvað varðar úrgangsmálin sem við höfum að losa okkur við, sem eru hluti af okkar lífstíl og eins bara svo auðlindanotkun sem fer fram við að búa til þessa hluti sem við erum að nýta. Þannig fólk fara að gera sér betur grein fyrir hvaða áhrif þetta hefur og þá tilbúið til að reyna að endurvinna hlutina til þess að minnka álagið á auðlindi jarðar. Takk fyrir þetta, Birgir, og gaman að spjalla við þig. Takk sömuleiðis.